Andrea Ólafsdóttir forsetaframbjóðandi segir að það sé ekki hlutverk forsetans að kynna einstök fyrirtæki í útlöndum. Forsetinn eigi að leggja áherslu á það sem sameinar þjóðina. Höskuldur Kári Schram. Andrea var gestur Sigurjóns M. Egilssonar í þættinum Sprengisandi á Bylgjunni í morgun. Andrea sagðist ekki hafa íhugað að draga framboð sitt tilbaka þrátt fyrir lítið fylgi í skoðanakönnunum. Andrea telur það vera megin hlutverk forsetans að veita þingheimi aðhald og segir að forseti þurfa að beita valdi sínu þegar gjá hefur myndast milli þings og þjóðar. Þau völd sem búi í stjórnarskránni í forsetakaflanum, það í raun og veru völd þjóðarinnar eða fólksins en ekki völd forseta. Og ég lít svo á að það sé skylda forsetans að bregðast við þegar þjóðin kallar eftir því. Andrea ætlar ekki að þiggja fjárframlög frá fyrirtækjum eða lögaðilum en hún telur að slíkt auki hættu á hagsmunaárekstrum. Forsetinn þurfi að vera hafinn yfir allan vafa hvað þetta varðar og þess vegna eigi hann heldur ekki að auglýsa eða kynna einstök fyrirtæki í útlöndum. Ég tel að forsetinn hafi víðtækt hlutverk. Hann á að kynna landið með almennum og víðtækum hætti og hann getur lagt áherslu á það sem að sameinar þjóðina og það tungan, sagan, menningin. En viðskiptalífið getur staðið sjálfstætt og á að standa sjálfstætt. Ég tel að forseti geti í raun og veru alveg kynnt atvinnustefnu og atvinnuvegi án þess að vera milligöngu maður fyrir einstök fyrirtæki og auglýsa nafn þeirra.